too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Rekus á Íslandi. Rekus leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki, stór sem smá. Rekus með 15 starfstöðar á Íslandi og rúmlega 7000 stöðum í 900 borgum og 850 flugvöllum út allan heim. Allt sveigina lausnir og þjónustu Rekus á rekus.is. Jólaóður hlustendur, þetta hlaðvarpið tveir á toppnum og við sleftum upp á stefinu okkar í dag vegna þess að þetta jólaþátturinn 18. desember. Þetta alveg að bresta á. Já. Byrjum hérna að leika með laginu The Weather Outside is Boring and That's Why I'm Still Snoring. Það ekki svo leiðis? Jú, það nákvæmlega hannig. Ég finna það stutt í jólina því ég er nú svo tens. Samanbindna varir og neðan. Oddur hérna rólegi komin í road rage. Já, ég lendi næstu í umferðarslys í dag sko. Já. Í jólaumferðinni. Það bara hannig. Já. Gallið þess að jólaumferð finnst mér að ég er gamall maður sko, ég upplifa þetta ótt. Að hún er bara, hún byrjar bara kl. 8 á morgnana og er bara stöðug til miðnætti sko. Já. Það er bara í kringum kringluna á Smálund, það er ekki hægt að fara á það. Nei, viðbjöður. Þetta er þáttur 131. Síðasti jólaþáttur var númer 81. Í alveg. Já. Wow. Og þá vorum við að tala hérna The Christmas Quest. Nú mætti til okkar hún Aldís Amma Hamilton og þar síðasti jólaþáttur, þetta er þriðji jólaþátturinn, hann er 2023, hann var númer 26, þar sem hann var tekist á við spurningun eru Home Alone Die Hard sama myndin og þá fengum við fulltrúa fræðasamfélagsins, Dr. Jón Þór. Þetta eru þættir sem eldast eins og gott vín, það er þetta hlusta á í dag og slá ekki. Síðast þáttur íslensku Hallmark myndina. Já. Íslensku, ekki íslensku, gerist á Íslandi. Það er náttúrulega ekki hlaupið að því að fá gesti þegar það er svona stutt í jólin sko. Það er allir í þessari jólatrafík. Er það að tala niður gestina? Nei, ég er að rósa. Það er erfitt að fá gesti og... Já, ég er að rósa Svenna því að við erum sem sagt, við náum gesti. Já. Og það er Jólasveinn Móge. Það er rándið. Já. Búin að hugst í allan dag. Já, það er bara að geggja að vera komin og aftur? Já, og var rosa gaman síðast. Já, ég vona að vera ekkert minna gaman núna þótt Óttur sem með okkur Nei, ég sagði við Tóta Hásveit, ég sagði við hann þá bara, þessi maður getur bara komið í stað fyrir mig sko. Við voru geggjaði saman. Þetta var þáttur 110 sendur út 7. ágúst á þessu ári, Naked Gun. Það var Naked Gun og Húmor virkar. Já. Og þetta var bara Gen-X þáttur. Þessi þáttur slóði gegn sko. Þetta var ég er mjög mikið glaður og spenntur að þú sér með okkur núna. Það ekki það? Jú. Það er náttúrulega það er ekkert að gefa betri meðmæli en okkur manni það sko að Tóti nennir að hanga með þér og mikið þá hlýtur að vera eitthvað varið í því. Það er eitthvað ágætis punktur. Árum saman. Eftir að hafa settið við hliðina á fréttablaðinu í nokkur ár. Líka vikulega sko. Þessi hlaðvarpsbransi, við vorum talandi síðustu viku, þetta er eins og langklaup sko. Þú þarft að halda áfram sko. Þú veist, maður getur ekki verið hægt sko. Þú veist að móti blásið og svo framvegis sko. En þetta hefur bara gengið ekkert eðlilega vel hjá okkur. Já. Þetta er líka bara helviti gott að það var sko. Er það ekki bara? Er þetta ekki bara allt í lagi? Þótt ég komi ekki nálægt í sko. Þá er þetta bara virkilega gott sko. Já, ég elska þá rós sko. Ég liggja í rósinni. Það liggja í því. Já, en þetta er jólaþáttur en við þurfum samt náttúrulega aðeins að vinda vettling dagsins. Já. Og byrjum náttúrulega bara á skelfingu. Bara Rob Reiner og bara myrtur frá okkur. Bara. What the fuck sko. Hvað var það? Já, bara what the fuck. Berast þessi bara ólegu tíðindi að þau hafa bara fundist látin á heimili sínu á sunnudags síðdeginu í Hollywood. Já, Rob Reiner 78 ára og eiginkona hans Michelle Reiner 70 ára. Já, bara drepin. Ósalega sorglegt sko, það er svo mikið öðru fólki sem ætti fara fyrir sko. Einmitt, sko ég ætlaði að segja þú veist, þetta bara er alltaf ræðilegt þegar fólk deyr en Rob Reiner svo mikið good guy of Hollywood sko. Ótrúlega góðu guy sko. Hann náttúrulega gert svona nokkrar bara svona af indislegustu myndum sem að koma frá Hollywood sko. Og svo var hann bara alvöru ógeðslega góður guy sko. En þau eiga þarna
áttu son hann Nick Reiner sem er greinilega búin að vera eitthvað að glíma við fíkniefni og vesen og Hann er jafnkvæmt mér, 32 já, og allt bendur bara til þess að hann hafi bara skorið fóreldri sinna háls eftir partí hjá, konun og bræðin Já, og er búin að vera að díla við einhverja andlega veikindi og fíknefna neyslu já. vandræði í nokkur ár og þau gerum mynd saman hann Being Charlie, hann og Rob pappans, gerðu mynd saman strák sem á í andlegu merðuleikum og er í fíknefna neyslu sem er svolítið bara byggir á hans ævi Það kom saman í viðtöl og svona og sjá þess að það dótið súrealíst að horfa það á hana sitjandi hlið við hlið og ykkur svona viðtölum einmitt vantarlega kynandi þessa mynd og eitthvað og bara svona sjá það fyrir sér að þessi maður bara að drepa þennan mann og þetta líka var svo sorglegt að því að sko að því að bara eins og staðar náttúrulega er í USA eins og við þekkjum þannig ertu með einn af þeim sem stendur í lappirnar og nýtur virðingar og bara með full FM og það náttúrulega kom náttúrulega engum og óvart hver viðbröðin voru svo hinni ströndinni þegar hann deyr sko bara fer í sarpin þennan ótrúlega sarp ég meina Trump fann náttúrulega bara nýtt ló einhvern veginn Rob Reiner getur bara sjálfsögum kent og hann fílaði ekki Trump og bara hvað kemur fyrir svoleiðis fólk það er alveg að þið dreipur sóruðin þetta er einhver ótrúleg elliglöp þar að bæ held ég hann er alveg far líka því að Rob Reiner hann tjáði sem sko morð á Charlie Kirk sko ekki alls fyrir lengur sagði mér að þetta væri skelving og ætti ekki að koma fyrir nokkurn mann og allt það sko og en Maganation var bara mjög ánægt með sinn mann Trump núna, þetta var bara að væri alveg rétt hjá hann, menn þetta er sama fólk gerir á fyrir og sko reif hársitt og skegg og heimtaði það að allir grétu Charlie Kirk sko, það mátti ekki stíðarir handlátin sko en svo þegar þetta snýst við þá er þetta bara þetta besta mál sko þetta er mjög undarlegt siðferði þarna sko svo náttúrulega er þetta svo mikil Hollywood saga einhvern veginn, þeir eru hann í einhverju teiti hjá Conan og Brian kvöldi áður, einhverju jólateiti og hann er hann líka og er víst eitthvað svona þeirra taka strákin með sér sko þegar það var áhyggjur á honum sko. En hann er svo beðin að yfirgefa samkvæmið og er að láta hann öllum íllum látum og spyrja alla hann hvort þið þekki eitthvað frægan og svo framveginn sko já, en þetta er líka bara sko, þetta er náttúrulega einhvern veginn þetta fólk er náttúrulega alltaf að deyja í Hollywood eins og annað fólk en það kemur fyrir að ég bara tek svona nærri mig sko bara ég var mjög miðmynd þegar Carrie Fisher dó til dæmis sko og David Lynch og svo Rob Reiner ég var bara alvöru dapur sko ekki bara eitthvað í útlöndum var að deyja þegar svo leikur hann líka þú veist hann er búin að leika náttúrulega alveg helling og leikur alltaf svona algjör good guys leikur í The Bear, leikur eitthvað svona fjárfesti sem er svona þú veist áhörur karakter svo leikur hann alltaf pappa Jess í New Girl með Zoe Deschanel sem voru svona grínþættir með netið heima horfðu á þetta já, þú veist, leik pappa hennar í þeim og þú veist, ég var alltaf verið bara algjör good guy sko. Og náttúrulega bara einn af bestu vinnum Billy Crystal sem er hann einn af, víst eitthvað fyrstu á vettvang eftir dóttu þeirra sem koma fóreldur sinni látnum hræðilegt sko. Já, og svo náttúrulega er hann sko Rob Reiner, náttúrulega sonur Karl Reiner sem var líka frábær gafmyndaleikstjóri gerir svolítið mynd með Steve Martin eða maður rétt og en já, svo náttúrulega Jamie Lee Curtis var eina fyrstu til þess að lýsa harmi sínum og þetta er þannig fólk sko að svo var bara hópur sem að sendi sameiginlegt bréf yfirlýsingu bara hversu mikið áfall þetta væri og það eru sko Larry David, Billy Crystal, Martin Short og Albert Brooks og bara you name it þetta var vel tengt og gaur stundum talaði svona Hollywood royalty og ég held að hann hafi svo sem að leið bara verið þar og það er líka sko og það er einmitt í þeim kreðsum sko þarftu að walk the walk sko og það sem liggur náttúrulega eftir henni að snilling er náttúrulega rosalega flotta myndir og einstakar myndir og sem verða íkon og það er ekki einhver tileflin sko við erum um ólíka myndir eins og Spinal Tap og Harry Met Sally og svo náttúrulega Princess Bride sem að því að ef við tengjum það inn á jólin þá er það náttúrulega einn svona ef við förum að kategorisera hvað getur verið jólamynd þá er það náttúrulega alveg bara dead center þar sko. Ég hugsa verðið margir sem munu horfa á Princess Bride þessi jól. Algjörlega, sko svo að tala sko hann gerir bestu barnamyndina, það er Princess Bride, bestu coming of age myndina, það er Stand By Me. Já, vá. Og svo bestu ástamyndina, það er When Harry Met Sally sem er bara frábær mynd. Og svo er það Spinal Tap og svo náttúrulega fór hann aftur í King
Stephen King, Misery enn einn snildin sko. Þannig að hann Frank Darabont og Rob Reiner, þeir eru svona þeir sem hafa staðið sér best í að skila verkum King á hvítatjaldi. Stand By Me náttúrulega meiri áttar sko. Og Misery svo góð að ég hef bara ekki þórað að sjá hann aftur síðan sá hann í bíó sko. Stand By Me einmitt líka eitthvað svona mynd sem eitthvað svona, það þekkja hann allir þessa mynd, það veit allir hvað mynd þetta sko. Og svo aðri þætti svona eins og Rick and Morty og svona, það er oft svona, þú veist, vera að gera gríða svona, taka upp aðra, þú veist, myndir og svo fræðis, einhvern voruð með einmitt sögutráðin sem er bara Stand By Me í sögutráðinu sko, einhver svona unga stráka eitthvað, þú veist, þetta lifi svo áfram einhvern í menningar vitundinni sko. Já, og Princess Bride náttúrulega einmitt verður sem þú hefur séð hana? Já, ég hef séð hana, ég hef líka séð When Harry Met Sally og Stand By Me fyrir alveg lungu síðan en ég ætli Misery og Spinal Tap líka sem alveg galið náttúrulega þá náttúrulega kemur bara einn einn þetta leikona sko Hollywood sendi tíma, hún náttúrulega bara kemur náttúrulega bara full sköpuð og verður stjörna, bara svo mynd gerir hana bara að stjörnu, algjörlega sko. Já, Kathy Bates hún þú veist ekki búin að vera atvinnulega síðan en svo náttúrulega líka það sem þú veist, svona fyrir einhvern sem elskar húmor og þá er náttúrulega Spinal Tap sko líka bara mynd sem heldur áfram að gefa og að því að sko hún sko ég var að reyna að hugsa þau sko eitthvað annað svona spoof sem kemst nála þessu þetta ótrúlega gott sko þetta svo að því að og fyrir eitthvað sem svo metalhaus í sko ofanálag þú veist þá svona bara svona þetta rað gott í kroppin sko Byrjum hvað var þessi mynd? Það er svona fake heimildamynd hljómsveitina Spinal Tap sko og náttúrulega einmitt stimpla sér náttúrulega inn í menninguna með þessi magnari hann þetta hækkan upp í 11 sko og þetta náttúrulega notað í öllum anskotanum sko. Þetta sko þetta verið að taka fyrir svona kannski glamrockið þannig með það sem er þröngabuxur og sýttár og háaðinn og lífernið og svoleiðis nema það sem gerir hann það svo mikla sko snild að þarna eru gaurar sem eru komnir yfir hilluna sko þetta samt löngu síðan sko þetta svona þeir eru orðnir eldri og eru samt að haldi þetta eins og við erum svo að sjá alveg constantly sko að það er búið að sko við erum búin að sjá raun útgáfa Spinal Tap gerast ár eftir ár Maiden og Mötley Crüe og alltaf þegar þetta lið er orðið blátt og er að fara að gíra sig aftur á okkur túr og eitthvað og svo er eitthvað viðtölu eitthvað ég efast að nokkuð sem við sé Spinal Tap þetta kemur alltaf upp þetta er bara menn er að reyna að vera svalir og cool og svoleiðis og hann tekur þetta gerir það svo vel og það er svo hilarious og það er ekkert langt síðan ég sá hann aftur síðan sko og hún lifir mjög góðu lífi Ég þarf að horfa á hana sko. Svo var náttúrulega bara nýkomin framhaldsmynd þarna 2 Já, Alla nýjustu myndirnar af honum að Getty og meðal annars af sinans og hinum sinans og með dóttur hans og konun hans það eru allar af þeirri frumsýningu Spinal Tap þarna nýjustu og svo í september var hann búin að taka upp sko tónleikamynd á Stonehenge með Spinal Tap sko og það er eitthvað svona eitthvað í uppnámi hvenær hún verður sínd sko Ég hef ekki séð nummer 2 Nei, ég hef nú játað það á mig líka ég hef ekki komið í það Hún var örugglega ekkert sýnd á Íslandi ekki bíó, hún er nú á einhverju veitunni held ég ekki búin að tjekka nú vel á sig En hann lítur ekki sonur hans bara ekki það við nennum eitthvað að tala um hann en það sem mikil munur á sína sko, hann lítur ekki vel út þarna á þessum myndum sko, nýjustu myndunum frá Spinal Tap þarna frumsýningunni sko. Þetta er náttúrulega ekki gott sko, þetta er ekki góð stað að vera í. Ríkalegt sko. Já, þetta er ekki gott svona inn í jólamánuðin sko. Nei, það er líka vont sko, ef það er að trenda myrða foreldra sína, ég er nú bara ég er með þá 5 möguleika á fólki sem getur drepið mig í ellinni sko. En það, maður verður að halda vel á spöðunum í uppeldinu sko. Og passa þig, hugsa vel um krakkana það er bara þannig Já, ekki það, ég veist ekki að þau hjón hafa gert það mjög vel sko, það er bara maður veit aldrei sko Já, ok, ég ætla þá að ringja í Fróðu eftir bara þegar þessi státtur er búin Já Svoðinn Já, bara blessu sér minning þeirra og þetta er ömulegt, bara helvítis bömmur sko og ef að hraðspóla í gegnum svona það helsta, ég held að Fallout 2 hafi byrjað göngu sína í gær Það er komið inn Já, er þetta ekki viku beið þessu? Já Ég veit það ekki
Fyrsti þátturinn kominn semst. Já, allavega það, ég bara náðu ekki að teka á þessu en sennilega eru nú einhverjir gagnrýnendur búin að fá að sjá þetta allt þannig að þetta stendur í 96% á Rotten 4 stjörnur á Guardian. Já, og 4 stjörnur á Empire og þetta sé bara geggjað bara áframhaldandi road movie þessari dystopísku kjarnorku auðn. Já, það er komin einn þáttur, seríu 2 geðveikt. Þetta var fyrir sér mjög vel hefnið og einhverju hluta vegna sveit, þá er bara einn af okkar eða semst mest bara vinsælstu þáttum varum Fallout og Fallout. Já, og orðin helviti örglurinn 2 ára gammal. Já, með Stefáni Pettersson. Já, en enn að tikka. Já, og bara sá þáttur enn að tikka, náttúrulega fórum vel þar yfir, svona alla kenningar og eitthvað, það er mikil áhuga á þessum þáttum, sko. Sástu fyrir seríuna? Ég sá hana, sko, ég fór ekki svona djúpt og en sko, ég hef rosa mikið blæti fyrir þegar þegar verða að leggja mikið í útlit og stemmingu og sérstaklega þegar verða svona vísa í eitthvað gamalt retro það viðst mér ógeðslega kúl og það var allt við þetta projekt sem ég fannst skemmtilegt sko. Þannig að ég fór ekki stjúpt í það greiðlega að fara þá bara að tikka í þennan þátt sko. Tveir á toppnum í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum 2 á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun er með skoðunastöðvar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur. Nefnilega, ég manni núna að þú ert að segja þetta mitt, að ég komast að alls konar nýjum sko staðrendum í þeim þætti að þú veist, ég held þetta væri bara 50s í okkar heimi og eitthvað svona, það væri bara aðeins svona tæknin var aðeins, en nei, þetta gerir svona eiginlega í nútímanum, hvernig var þetta svona í nútímanum, en það er alltaf eins og þessi 50s. Já, eitthvað flashback, sko, það er ekki að búa þessu undir heimsendin í fortíðinni. Akkurat, sko, Já, ég er náttúrulega fyrst eitthvað tölvuleikur, ég var náttúrulega frekar kaldur fyrir þessu sko, en svo bara svo Valton Goggins væri þarna, þá stökk ég á þetta og hann er náttúrulega geggjaður. Hann er æðist. Já. Heyrðu, Avatar 3, Fire and Ash. Heyrðu, mína fyrstu heimildir, herma, þessi mynd, getur verið betri en nummer 2. Það sem ég er að heyra. Hvaða heimildir hefur þú fyrir því? Magnús Jókum Pálsson. Gagnrýnandi Vísis er að fara að birta í fyrramálega Vísi dóm þessa mynd sko, og hann fór ekki það allavega er þannig sko að Guardian gefur henni 2 stjörnur og segir að witchy new sex interest can't save this gigantically dull hunk of nonsense 69% er nú á Rotten. Empire eins og gefur 4 Empire gefur 4 og ég sá á Facebook að Tommi Valgeir Spíófíkill er mjög ánægð með hana. Þetta er mjög áhört. Ég er sko vandræðilega lítið spenntur fyrir þessu og alltaf eins og ég sagt ég er ekki búin að klára Avatar Way of Water sko. En það gæti verið að við verðum bara næstum með áramóta þátt eða eitthvað skona uppgjöst þátt kannski treði ég inn einum Avatar þætti hjá okkur. Hvað í júní? Jafnvel í júní. Nei, þau bara núna milli jól og nýjás. Þetta er mjög áhugavert koncept sko, að því að þið fyrir að segja þessi jólun eftir þá er þetta svona þessi tími kallar oft á serjur svona við erum kannski meira í þáttaserjum svona dagsalega svo fara jólun kalla á movie-serjur þannig að er Lord of the Rings eða eitthvað. Já, Lord of the Rings er oft nefnd. Það verðist vera svona jólagláp. Það er bara, já, en ég veit ekki neitt sem passar eins vel í það, svona, þú veist, ævintýri og eins stórkostlegt að það er og allt það. En sko, en svo er ég bara, það er Avatar in the Jungle, það er nummer 1. Já, það er frumskóðurinn. Já, svo er Avatar in the Sea. Það er sjórinn, vatnið. Já, núna er það sem sagt, eldgosa núna er það eldgos Fire and Ash ég býð það spenntur eftir nummer 4 þegar með Avatar on Ice Avatar on Ice það lítur að vera það koma þá bara svona skautasýning svona alveg Disney já, Cameron er náttúrulega hann ætlar að gera svo mikið af þessu ég er svo spenntur að því nummer 2 það voru hvalir það voru svona stóru svona, þú veist, stóra dæmi hvað verður nummer 3, hvað er þessari hvað eldgosa dýr eru til eldgosadýra, veitum við það? Ég veit ekki, ég er frá Eyjum, ég hef aldrei það er ekki bara fiskur ekki alltaf fisk í Eyjum Jú, það var í nummer 2 sko. En það er eitthvað þetta er alltaf góð pæli þegar ég sé Avatar nummer 2
þú veist, og þá náttúrulega, þú veist, þessir svona það sem svona snerti við manni, það náttúrulega lukkið og allt saman og vinna sér fyrir þetta og, Kom hún ekki út 2022? Jú, Já. og þú veist, og það var bara, ég fór í gegnum hana, ég var pínuð þreyttur á henni, hún er svo mikið visuált og svo mikið spennandi og fólk að drukna og eitthvað og voða mikið að vera skilur við, og allavega þá öfugt við Avatar nummer 1 þá er mér ekki dottið í hug að horfa á þessa Waterworld útgáfu. Þetta svo, finnst þú að segja þetta svo, ég er nefnilega að reyna nákvæmlega að samanpakka, svo líka annað sem það þarf að tala varandi þessa Avatar myndir, þú veist þessi Avatar nummer 1 þannig að 2009 bara hefur rosalega áhrif eitthvað á kvikmynd að gera það ekki? Jó, hann alltaf Cameron á til að vera alltaf fyrstast að dúka upp með eitthvað nýtt í brellubransanum Já, revolutionary dæmi, en það sem er svo fyndið, eins og Star Wars við talaðum um þetta, það lifir allt svona í menningunni. Já. Þú veist, það er bara að vita allir hvað Stormtrooper er skilur við, það er úr Star Wars, vita allir hvað geislasverð þetta er Star Wars. Navi fólkið það er enginn að velta vöngum yfir þessu fólki og Avatar á milli þegar þessa myndi kom út. Hafið þetta ekki eftir, þetta bara, það er ekkert sem að festist, þú veist, hala kynlífið í myndunum, þú veist, maður hefði ímyndað sér að það getur orðið eitthvað svona dæmi að allir með eitthvað halan, já, hvað er það, þykjast að vera stunda Avatar kynlífið, þú veist, eitthvað skiljið hvað við, er þetta skrítið, þú veist, ég bara, þú veist, en það er bara enginn að bara fara allir að sjá þessar myndir, og svo bara fyrir þetta og toppar að vinstalta myndi heimi, bara Avatar 2 núna eða eitthvað, svo bara talar enginn þetta. Það er svo að segja að þetta fer ekki inn í menninguna og það er, þú þarft eitthvað eftirminnilegt og sem stendur út til að fara, þú veist, og stundum þarf það ekkert að vera eitthvað spektakular. Hvað erum við bara að sjá margar setningar úr bara Princess Bride, þegar nú tökum við hringinn, þú veist, sem verður bara partur af menningu. Skilur við, bara svona, sem eru bara hluti á okkur og við þekkjum sko. Avatar, það er alveg góð punktur, Avatar hefur ekkert farið þangað, þetta er visually rosalega flott, fyrsta myndin hreyfði alveg við fólki. Já, hann var líka spennandi og skemmtileg og einhvern veginn, það var alveg að hrífast með það sko. Svo kemur Waterworld og ok, þannig að ég er spenntur og tóti en samt þetta er líka áherslu að James Cameron er einmitt meistar í að sko bomba sér inn í menninguna, Terminator I'll be back, Terminator 2 þegar ég tala heimsend og dómstað, það var alltaf 29. ágúst 1997 og Aliens Game over man þannig að Cameron kann þetta og Titanic Titanic sko rataði lag með Britney Spears er ekki það sem er að gerast, ég er ekki að segja ég mun örgulega fíla 8-3 og ég verður örgulega með peppana í þessum mögulega auka þetta sem kemur ekki, en er ekki bara það sem er að gerast, hann náttúrulega er ekkert eðla gamall núna fær hann bara, er hann ekki fálega gamall? Ég veit það ekki, nei hann er orðin eitthvað gamall 70 eitthvað, já, mjög gamall nei, og hann er bara að gera það sem hann vill, þetta er bara hans passion project og þú veist, það þóri enginn að segja það hefur enginn áhuga á númer svo hefur fólk samt áhuga það er allir að kaupa með hann skil nú peningunum og það er nú búin að benda á að Avatar hinga til að vera ekki verið svona sko bombur, ekki bara sko komið bara og tekið með svona með Trumpi, heldur tikka er svona hann halar alltaf inn dollarina sína fyrir rest sko og þetta er náttúrulega rosalega valdamikill maður í Hollywood og þetta gera svona sýnist og þegar hann er góður, þá er hann ógeðslega góður en það minnst hann verri, þú veist hann fær eitthvað hausinn, þetta Avatar er búið að vera þráhyggja hjá hann síðan 2009 sko. Nákvæmlega og þá finnst mér hann nú súrna frekar fljótt oft hann ætti náttúrulega að vera að gera True Lies 2 er það ekki? Frekar, en þetta er mjög gott sko, að því að ef við erum fair, þá er Avatar 1 náttúrulega slam dunk. Já, algjörlega. Samt bara svona dancing with Wolves bara í geimnum, eða ekki? Jú, en líka en það Jú, en ég meina fólk fór aftur sko, sá hann oftar en einu sinni bíó og þetta var stuð sko. Það var rosa mikið það var svo mikið svona tilhaup að Avatar, það var svo mikið verið að og 3D-gleraugun náttúrulega, sem átti að vera bara næsta tæmi sko, er þetta að sjá þessi 3D, veitu það? Já, ég held að sé alls konar möguleikar ég held að hann hafi hugsanlega, eins og vorum að tala hann hafi kannski investað bara í Avatar og svo er hann bara þar ég veit að þetta eiga að vera einhverja 5 trúlega stöð, bara þannig að tala saman eiga ekki að vera einhverja 5 myndir 6 On Ice og hvað er það 3? Nei, fjórða er On Ice definitely 15 án ekki svona himnan eftir þeir eru eftir Air, það er eftir og geimurinn svo, nummer 6 svo geimurinn nummer 6 Navís í Strumpalandi svo líka neðanjara þannig að það eftir dverga naví fólk er ekki
það er náttúrulega það er kannski dvergar, já, eitthvað underground já, það er svona fjalla eitthvað en heyrðu, hún er sem sagt í 2D þessi mynd 3D er bara out já, það er ágætt greinilega ok, Heyrðu, ok. þetta er greinilega bara meiri áttamál en Þetta er hot við topic. bara byrjum á því að býða eftir vísi 19. desember og sjáum hvað Páll Jókum segir Magnús Páll já, 100% Magnús Jókum Pálsson Magnús Jókum Páll það er gaman samt þegar dómar eru mismunandi þú ert Algjörlega. Já, mér finnst það verið svona 100%. það og það er líka að Empire gefi 4 en þú veist Guardian 2 þetta er mjög skemmtilegt, þetta er skemmtilegt þá vil maður freka sjá hana já. Svo náttúrulega er náttúrulega Wake Up Dead Man Knives Out 3 að gera gott mót á Netflix þetta er að horfa á hana þetta er fínmynd sko þetta er svona bara þetta getur alveg verið jólagláp fjölskyldunar eitthvað þessum frídögum sko er þetta sér þáttu líka Jésús, við lífum smá eins og við séum að drukna þetta við erum alltaf að drukna sjáum til með það ég veit ekki hvað það var að segja meira ég veit ekki sko bara just in case ef það verður ekki áramót uppgjastáttur fyrir áramót það er náttúrulega komið fordæmi fyrir því við tókum upp sko 4 gesta 2 tíma áramót uppgjastátt í fyrra og hann vistaðist ekki á minniskorti þannig að það var hlýi milli jólun í ár ég er ennþá að hugsa um það moment þannig að það gæti verið fordæmi fyrir því já en þannig að ef það verður ekki áramót uppgjastáttur þá verður ég bara að koma einu að Pornhub var að skila uppgjöri okkar vefsíða og þau komum þeim kjærlega fyrir samstarf, gott samstarf og náttúrulega cosplay klám er alltaf svolítið vinsælt og sagt, Harley Quinn er að snarfalla hún er búin að vera vinsælasta cosplayið á Pornhub í nokkur ár wow. en hún er komin í 4. sæti en í fyrsta sæti í cosplay kláminu er náttúrulega Star Wars sem hefur náttúrulega oft verið er það Leia, prinsess Leia það er Leia og Padmé náttúrulega og Rey líka og Jabba the Hutt en sko hástökkvari ársins er Spider-Man sem að stökk upp 9 sæti og er í öðru sæti verið mest aðleitaða cosplay kláminu sko. hann gælur elska Spider-Man búninga já, eða allir bara er eitthvað að leita Zendaya eða eitthvað sko það er líka í Spider-Man sko já, ég ætla að freka hvernig cosplay maður Zendaya já, það veit ekki svara þessu ég vil ekki heyra já, en strígakjaftarnir og klúru djókararnir Deadpool og Wolverine hins vegar, þeir eru bara í frjálsu falli já, ok Deadpool fór niður 10 sæti og Wolverine niður 15 sæti kemur ljóskort að það er þá meira gay eða bara svona straight nei, ég veit ekki ég fór ég rýndi ekki alveg meiri í tölurnar sko. En þetta er bara svona ef það verður ekkert ásökjar þá verður alltaf að koma með cosplay klámið þetta var fallegt, vel gert ég verður samt að sko segja eitthvað það takka mig þið eru bara svona hardest working people in showbusiness sko eins og hefur sagt nú suma því að við erum að tala um önnur hlaðvörp eru löngu komin í jólafrí sko er það málið? já, ég vissi að einmitt vinkonu okkar komið gott til löngu farnar í frí skuggavaldið og náttúrulega draugarnir búin að vera í ykkur frí líka þannig að þið geti farið í jólafrí á þess að maður getur það samt eiginlega ekki sko þetta er podcast, þetta er marathon sko. þú verður að vera með hlustundum allan tíman já, ég held samt að þessa daga sé hlustundur ekki með okkur sko. nei, það er líka annað dæmi sko. við erum að fara að tala um bíómyndina sem við erum að horfa á nei, ég er ekki eins og búin að horfa á Knives Out ég er ekki búin að horfa á þetta hvernig við geta haft tíma fyrir þá og verið með þáttum milli jól nýjast, þetta er erfitt líf þá að taka smá jól er það ekki? þá er það þú ríkur í matabóð já, ég bara, hvað um góður sko. þó það nú væri, sko, ég ætla að við hefum rætt þetta áður sennilega við Jón Þór já að hvort að Die Hard sé jólumynd ég fór á þessa mynd á partysýningu var ég búin að segja ykkur nei, á föstudagskvöldi núna? já, núna á föstudaginn hvernig var stemmari? geðveikur, þetta er geðveik mynd þetta er bara ein bara fullkomin bíómynd hvernig er partíútgáfan, lístu því partíútgáfan er þannig að þú ert með bjór farið bjór undan, þá var ný bar líka opnaði bíópartís sem heitir Regnbóin gott að auglýsa það hér og þannig að það var geðveik stemming og
en svo reyndar bara sýning bara eins og aðra sýningar sko. Nema svo þetta Die Hard, þú ert að horfa þess mynd í bíó, þú veist, og ég talaði um þetta sveit áður við Tóta að því ég fór á New Hope og Empire Strikes Back í bíó á sínum tíma fór ekki á Return of the Jedi en þú bara sérð myndirnar allt öðruvísi í bíó sko. ég hef ekki trúið þessu bara, veist, ég hef oft, þú veist, að þegar nú hefur verið að sína allar þessar gömlu myndir og ég oft bara hugsa kaskraf með þessi bíó, þú veist, hús að fara á hausinn og bara leave me alone, sko, en þú veist, það er allt öðruvísi að sjá myndir í bíó og ég bara bjóst ekki við ég er búin að fatta það síðast eins og Martana betra en í símanum aðeins betra en í símanum hvað mynd horfði aftur í símanum á þessu ári? það var eitthvað mynd sem var að hönnu fyrir breiði tjaldmennum sko. einmitt No Country for Old Men, ég horfði hana í símanum en nei, bara Die Hard maður, Jesus Christ, þetta lítur að vera besta mynd og ég hef nú satt líka ára Alan Rickman er hérna í sínu fyrsta kvikmyndahlutverki þegar hann leikur hans galið Er það fyrsta kvikmyndahlutverki? Breskur svísleikari sko, það er galið sjónvarpi í Bretlandi sko. Þú veist, bara allar þessar línur Do you think you have a chance against us, Mr. Cowboy? og ég tala nú ekki með að þetta væri sjónvarp, slaðvarp bólurinn sem ég er í já Now I have a machine gun Ho, ho, ho Já, en sem sagt, ég held þetta væri náttúrulega útrætt svo dóttir mín að segja mér að það er bara blossað bara svakalt rifrildi í MH daginn, hvort að Die Hard væri jólamynd svakalegt rifrildi? Já, og það var bara úlingar sem voru á því að þetta væri bara alls ekki jólamynd Þurfum við ekki að leiða þetta í jörð? Jú, svo samt þegar ég fór að spyrja betur út þá virtist það samt ekki næstu eiginlega enginn hafi séð myndina en voru samt að rífast þetta en þetta er jólamynd og svo hefur líka verið bent á að Die Hard 2 sko ef þetta rífast Die Hard þá er það yfir allan að hafið að Die Hard 2 er jólamynd Já, það er að koma með alveg, það er að koma með alveg sko flugvöllin og jólastressið Já, allir fastir á Dallas Airport sko leiðin að hitta ættingja á inni jólin Ok, ég horfði á myndum daginn jólamynd frá 1984 Silent Night, Deadly Night þessum að maður missi vitið og fyrir að drepa fólk í jólasveinabúning og Laugarsbjörn búið að sína þessa mynd undanfarið hún er í kvöld og annarkvöld klukkan 10 Silent Night, Deadly Night algjört drast en alveg ógeðslega gaman að horfa á þetta og það kom endurgerð bara núna kom út í Bandaríkjunum 12. desember ég held hún ætti að koma hingað en hún er horfin af öllum listum þetta er sem sagt drengur sem að verður vitna því þegar ræningi í jólasveinabúning drepur pappans og nauðgar og drepur móður hans skemmtilegt og hann fer svo heimavist þar sem að vonda nunnur berja inn í hann einhverja ránkomundir þannig að svo verður hann 18 ára og fer út í lífið og fær vinn í dótabúð og jólasveinin sem sagt í dótabúðinni veikist þannig að hann er settur í jólasveinabúningin og þá bara snappar allt og hann næður sér í væna öxi og byrjar að brytja fólkinu Þetta er bara það jólalega þetta er mjög jólulegt sko þetta minnir mig á, þetta er kannski alls ekki þessu tengt, ég ætla bara að nefna þetta er svona free for all podcast Bad Santa, munið þetta henni með Billy Bob Thornton Já, ég manið henni Hvernig var þetta skemmtileg mynd? Já, það er gaman henni Var þetta ekki svolítið svona hvað var þetta, hasamyndið? Nei, þetta var svona Billy Bob Thornton að vera róni og skítæll að vera svona jólasveinaleikari og alltaf nýðast á litla kallin sem leik álfinn Nei, hún er alveg fín sko og það sem hefur oft sko þetta er svona þema það sem er það sem er með eitthvað sem er vondur eða vill vera vondur og svo svona kannski mildast þetta eitthvað eftir því sem álíður þetta er mjög algengt í jólamyndum Jólaboðskapurinn er allur þarna hann er svona hálfgerð Scrooge Já, þetta þarf að vera, við sjáum þetta bara þú veist í sko, hvað er það, The Grinch og allt þetta dót sko, en hann er mjög flottur sko, Billy Bob og er hérna á þessum tíma alveg með þetta sko, Ég er náttúrulega að horfa núna á Landmann séð það Já, eftir Taylor Sheridan Sveit töluðum nú Landmann í ágúst þá var
fyrsta sería búin og við vorum ekkert að missa okkur á hrifningu, sko. Nei, ég á í mjög skrýtnu sambandi við þessa seríu. Þetta mjög mikið svona guilty pleasure hjá mér. Ég eiginlega þoli svona hálfa seríun ekki, svo held ég alltaf áfram að horfa þegar þetta svona smá eins og sápuópera skilji, sem ég langar að vita meira, mér langar að vita hvað er að fara að gerast. Þoli ekki hvernig Taylor Sheridan skrifar kvenpersonar í þessum þáttum, sko. Konan hans bara, þú veist, eitthvað leikfang. Dóttirin alltaf bara hálfvitar. Já, og það eru bara hálfvitar, sko, og bara ger ekki neitt nema bara eitthvað að láta öðrum líða vel og elda mat og maður bara, þetta svo hróttalega. Þetta, sko, þarna væri þarna eitthvað að brotna, sko, að það sem hann gerir, það sem 1883 og þú veist, með Jörg Kingston og það er að gera fullt af fínur stöffi og skrifa ágætt og starta ágætt slutum. Svo fer bara einhver ofvaxin titlingur á stað, sko, og þetta, við sjáum þetta aðeins í Lioness, sérstaklega seríu 2. Já, það fann alltaf að mæta þar, bera ofan, út úr steraður og klikkaður. Hann sjálfur, sko. Já, hann sjálfur, leikur, sko, flottasta sérsveitar, mannin, sko. Þetta er sérstaklega sería konur, sem í svona einhverjum sérdeldum og hernaði. Já, með Zoe Saldana. Fyrsta serían er bara fín, sko, setni serían er bara snar og þar koma svona atriðum það sem hann er bara að bera ofan, þetta nánast sko Rambo 2, skilur bara þannig rugl og svo kemur þessi landamann í kjölfarið og þá vorum við að diskutera, bara hvað er í gangi með gaurinn? Sko, það er svona, hann bara ákveðið að fara bara, það hljómar kannski illa fyrir einhvern hlustum, bara full retard einhvern veginn í þessa seríu, hann bara, ég ætla bara að gera það sem ég vil en við hljótum að skilja þess að því að maðurinn sko fekk risa samning frá, hvað hétt þarna, Paramount bara risa og basically fær að gera allt sem maður vil, sko. En ég er samt að viðurkenna líka, sko, ég horfi bara mjög svona alveg, ég tek Landmann bara leið og hann kemur, sko. Ég er komið núna bara gaman að þessu, ég hef gaman að Billy Bob Thornton, svo er líka Taylor Sheridan málega, hann kann að gera eitthvað svona cool moment, sko, koma svona 100%. Eitthvað svona macho eða svona eitthvað touchy-feely macho og svo náttúrulega Sam Elliott komin þarna, sko. Hann bara svo honum hefur verið röslað inn í þessa seríu, sko, og nú kemur hann og leikur sjálfum sig. Og svo er þetta mjög spennandi þarna unga konan lögfræðingur þarna fyrirtækisins, hún hefur tekið nokkrar töffri spur, sko, þannig að það er alltaf eitthvað, en svo sitt maður líka bara, af hverju er Nei, ég er bara, sko núna, veit hvað ég gerði í vikunni? Ég er bara komin út að enda. Þú veist, það er komin 5 þættir í seríu 2. Ég er bara komin, þangað. Þannig að nú þarf ég að bíða eftir næsta. Og það er búið að grínlæta seríu 3, þannig að það kemur meira. Svo þegar hann kemur með þessar ræður olíuna, okkur við þurfum olíuna og okkur það sem þú ert að nota og maður bara, þetta er svo ótrúlega þreytt teik og ég get alveg ímyndað mér okkur Svolítið að býða eftir hann verið mynda á honum í gullnu skrifstofunni gildu skrifstofunni segi hann er dálítið þar, sko en einhvern tímann gagnrýndi hann eitthvað drömbar hann og lendi ykkur vesinn út af því eða eitthvað og þurfti einhvern veginn að vera eitthvað draga tilbaka. Mér finnst þessum Landmann sé bara að vera kannski hann er náttúrulega klár áttum okkur því að hann byrjar þú veist að það er ekkert í gangi í hann er þarna í Sons of Anarchy sem leikur löggu þar og er að reyna að gera eitthvað meira og senda frá sig handið og hann vil lengi gera neitt með hann fyrir hann gera, þú veist að hann er self-made alla leið, sko og gera það ótrúlega, sko, hratt og vel, sko. Þannig að hann á alveg kredit inni hann má alveg að það, hann bara gera 100% og hann er líka bara það sem hann er að gera með þessu hann er bara að túlka sem að þú veist, Suðuríkja, Bandaríkjamenn og svo frá þau bara vilja horfa á þetta, skilur þetta er bara það sem við vilja horfa og ég vil bara einhver segja fucking olíuðinarinn skiptir fucking máli og kona mín, hún er á blæðingum og þess vegna er hún að láta svona það er uppistaðan í Landmann, sko, fyrir hlustendur sem vita ekki, það fyrir töðunum Reykjás, að þá er, sko ég viðurkenna það, bæði hvernig hann talar innfædda Amerikana í 1883 og 1923 er mjög virðingarvert. Hann er með frumbyggja blæti, hann elskar Indíána, sko. Já, og líka á réttum fósettum. Það er ekki væmið og við sjáum með sér svo sérstakur aðdáandi kaþólsku kirkjunnar að hvernig hún fær útreðina í 1923 og að því þar er hann bara að vísa í heimildir, sko. Og hann er ekki með neitt, sko, einmitt á svona þessum frumbyggjum í Landmann en þar er hann hins vegar með mexikanska stelpu og það er svona, það er alltaf einhver í einhverju minnileg hlutahóp sem að mæta hérna það er áhört þetta er kannski ekki jóladæmi þetta er vel manna, sko, Demi Moore er þarna helviti góð, Andy Garcia er þarna aðal svona adversary
Ég ekki sammála, mér finnst Demi Moore góð í þessum áttum, ég hugsa bara að hún alveg hrikaleg sko. Já, þetta Demi Moore Hvað var hún í 5 mínútur í seríu 1? Hún nefnilega, hún meiri í seríu 2 Nú Jón Hamm dauður sko, hún meiri í seríu 2 sko. En það en jólamyndir Já, Die Hard, Home Alone, The Grinch ég bara tæli upp Nei, hvað hérna einmitt Ég skal nú bara skera það úr snörunni koma að ég hef sagt frá þessu áður að í gamla daga það voru bíón alltaf með jólamyndir og þurfti ekki að vera jólamyndir heldur voru þetta bara stórar góða myndir sem voru sýndar jólin sko. eins og Star Wars Já, til dæmis en sem þetta jólamyndina 1985 sem fyrir 40 árum þá var Stjörnubíó með Silverado frábær vestri með Kevin Costner og Kevin Kline og Danny Glover Austurbæjarbíó splæsti bara í Mad Max Beyond Thunderdome Mad Max 3 Tina Turner sko og bíóhöllin jólamyndin þar var Grallararnir eða The Goonies wow Ég ætla að vera að fara að segja The Gremlins Já, og svo var bíóhöllin með aðra jólamynd frumsýnir stór grínmyndina Ökuskólin Moving Violations crap sko og svo Regnboginn kemur sko mjög ómæntur jólamyndin, það voru nokkrar en fyrsta jólamyndin var Hetjulund sagan af Terry Fox what? Ég hef bara aldrei hitt með mynd en ég sá að ég allar hérna í bíó sko. Hann hljóp 8.000 kilometra marathonhlaup einfættur, spennandi og bráðskemmtileg ný mynd byggð á sönnum viðburðum hetjudáð einfætta hlauparans Terry Fox með Robert Duvall, Christopher Makepeace og Eric Fryer sem Terry Fox og það bara fer hann Já, og svo voru ég líka með The Kid drengurinn, eitt af mestu snildaverkum meistara Chaplins, sagan flækingin og litla munaleysikjan, sprengklægil og huljúf höfundur leikstjóri og aðaleikari Charlie Chaplin Já, ok Já, þau eru að koma þarna 84 með eitthvað 85 og þau eru að koma þarna með mynd sem hvaða árgerð Já, svona 30 Já, 30 eitthvað En svo Laugarásbjó þetta náttúrulega classic dæmum alveg jólamynd Aftur til framtíðar, Back to the Future jólamyndin 1985 sýndi í A og B-sal Splungun í feiki vinsæl gammamynd framleita Steven Spielberg Marty McFly ferðast 30 ára aftur í tíman og kynnist þar 2 unglingum tilvonandi foreldrum sínum Mamma hans vill ekkert með pappa hans hafa en verður þessi stað skotin í Marty verður því að finna ráð til að koma foreldrum sínum saman svo hann fæðist og finna síðan leið til að komast aftur til framtíðar wow. Svona var þetta En þarna 1985 þetta hún að koma eins og þau segja klæn í mynd hún kom út fyrir árinu eða ekki Jú, hún Í Bandaríkjunum. vel sumamynd úti sko Þetta alveg jólamynd Já, svo háskólabíó með Santa Claus með Dudley Moore og John Lithgow ein dýrasta kvikmynd sem gerði þau verið og hún er hverra krónu virði ævintýramynd fyrir alla fjölskylduna afbragðsgóð ævintýramynd fyrir krakka Djöfis veistla hver er svona ykkar bara go to jólamynd sem þið verða að sjá fyrir jólum er það, þú veist Þetta verður á mínu heimili sko, þá er það eitthvað svona málameilun og það verður eitthvað svona sem fólk er sammála sko. Og lately hefur Love Actually fengið að rúla sko. Ég get alltaf hlýðað henni og fílgott og fín sko. Talum við Billy Bob Thornton leikur hann umulega fórsetaði þeirri mynd Það er fullt af góðum momentum hana. Svo er New York Home Alone myndin með Home Alone 2 með Trump með Donald Trump í stóru og mikilvægu aukahlutverki þannig að það fór maður minna spóla yfir það back in the day og svo eru sko vorum við með að ræða þetta núna því að sko það er bara einhverja ára fresti þar Lord of the Rings að koma og Indiana Jones er alltaf miklu uppáldi hjá krökkunum og geggjar tekið svoleiði sería það verður, þetta er svo skrítið einhvern veginn með jólina að meðan maður er kannski áhorfið heima hjá mér þannig að maður fylgist með nýjustu fyrir sem koma, hvort sem það er Slow Horses eða Landmann eða eitthvað og svo er eitthvað on the side eins og Breaking Bad eða Mad Men, eitthvað gott sem maður er að taka þá eftir einhver tíma en svo einhvern veginn breytist þetta dæmi finnst mér allavega jólin, þá einhvern veginn kallar það meira á bíó
Já, og þótt að séu geggjaða seríur í gangi þá vill maður samt einhvern veginn bíó með upp á endi sko. Og þá og það bara og við vorum að hugsa, hvað er eftir það búið að taka Potter og Lord of the Rings og svona og fólk minn sefið, það kom upp ný hugmynd og kannski geta hlustendur tekið hann til sín og hún kom svona frekar óvænt sko það náttúrulega að þau förum tilbaka og þessi gullna aldrei kannski búin en það hafa komið geggjaða teiknimyndir sko. Bara virkilega mikið gott stöf þannig að það komið svo pæling að hver og einn á heimilunum myndi finna 1 til 2 sko. Já, vel gert og þannig að það bara why not sko. Þá erum við að tala bara almennar teiknimyndir, ekki endilega jóla Nei, ekki endilega, þú veist hvort sem að Shrek eða Toy Story eða þú veist mikið að svo góðu stöfi til sko. Þannig að svona, til þess að finna eitthvað svona þema sko. Þetta minnir mig á bara sko, mynd sem að ég horfði aftur á núna ég hafði síðan áður, teiknimynd Klaus, munið eftir henni það kom út á Netflix fyrir nokkrum árum hefur aldrei farið mikið fyrir henni þetta er teiknimynd jólamynd sem heitir Klaus þetta er stórkostleg mynd fáránlega falleg það eru bara frekar þekkti leikarar í henni og hún er á Netflix horfið á hana, ég mæli innilega mikið það er svo mikið sálína og mikið hjarta ég held þessi spænsku leikstjóri, manni hvað hann heitir frábært lagarp, sorry en bara, þetta minnir mig á þetta þú ert að tala um teiknimyndina sko, ég hugsaði þessi mynd að hún fékk einhverja Óskarstilnefningar og eitthvað, ég held hún hafi ekki fengið nefnvelun en þetta er fullkomin mynd sko. Alveg bara fullkomin sko. Talandi um teiknimyndir, ég er meira spenntur fyrir Zootopia 2 heldur en Avatar 3 sko. Já, ég fló svo mikið yfir Zootopia 1 sko. Svo ógeðslega fyndið sko. Zootopia? Zootopia einmitt hún er skeggjuð, nummer 2 hef ég heyrt sko. Nei, nummer 1 var líka fullkomin einmitt hún ræðislega sko. Ég náttúrulega er ekki með svona sko, ég get náttúrulega ekki hort á myndina ár eftir ár sko, alltaf, en það er svona Christmas Vacation, ég stel stundum í hana og Planes, Trains and Automobiles, ég held að hún hefur fyrra hún er svo geggjuð sko, samt nú Thanksgiving mynd náttúrulega í Bandaríkjunum Christmas Vacation er svolítið svona þorláksmessu myndin mín að hún er alltaf sýnd á annarkvort Stöð 2 Nú sín eða Rúf ég ætla að segja Rás 1 og hún er alltaf sýnd á þorláksmessu og það er einhvern veginn bara að finna eins og heima þú veist að pabbi var bara að sjóða hangikjöt finna einhvern veginn hangikjötslyktina þú veist og svo kemur introið ég tengi alveg þetta ertu ekki að tala um þetta getur þá verið eins og hálfgerð soundtrack að því að þú ert með eitthvað sem þú þekkir svona vel komið atriði, komið lögin inn þetta má þú þarft ekki að vera með augun límd þetta er bara í gangi og ég heyri bara þú veist introið, lagið sem er fyrst og svo eru þau að keyra ná í jólatrið akkurat nágrannin, hann er ekki nágrannin heldur einhver bílan, einhver vörubíl eitthvað hamast að náðum eitthvað allt svo og alltaf er ég að horfa á það bara, já þetta er eitthvað furðulegt þú veist þetta er svo Nightmare Before Christmas börnum mín er náttúrulega eitthvað skona hryllingsbörn sko, þannig að ég held að hún rúli nú alltaf held ég árlega sko en ef það er mynd sem að Die Hard og Lethal Weapon gleymist alltaf að Lethal Weapon er alveg genuine jólamynd sko. Tveir á toppnum Tveir á toppnum og svo bara getum alltaf bara tekið allan Shane Black katalógin sko, Kiss Bang Bang og Iron Man 3 þetta er allt jólamyndir, hann er alltaf jólanum en ég veit ekki sko ef maður horfður á mynd árlega þá þarf það bara fyrir mig að vera bara First Blood eða Predator eða eitthvað sem það er ekkert mjög jóla Nei, ég er samt einmitt sammála það sem Svenni var að segja sko þetta er kvikmynda seasoni sko þá horfa þess að myndi Lord of the Rings þú veist First Blood, horfa þess að klassík sko. Svo kemur þetta náttúrulega með stemningu þetta er bara background noise bara þess vegna sko en sko þú ert að nefna myndi svo First Blood ég meina hvað hún, sko ég er náttúrulega við erum nánast týparar það eru 4 dagar það er málið hvað dagar er þetta? Ég er 13. júni og Svenni 17. júni 1971 að sko þú veist að nú þegar maður svo First Blood fyrst og sá hann í bíói bara það gerðist eitthvað maður var að upplifa eitthvað svo mikið og sliðis og þetta, þú veist, það sem maður vill sjá kannski á jólunum er ymmit þessar myndi sem heiðu við manni og það er þurfi ekkert endilega að vera eitthvað jóla það er svona æsku nostalgían já, ég geti nefnilega Lion King þar sko bara sem einhver svona dæmi sko Lion King er náttúrulega unbelievable mynd sko ég var bara að tala með í síðustu þáttum að því að Gussi minn er búin að kveikja á perinu með þetta en ef maður nú er bara Lion King bara non-stop í gangi
það er það sem ég gerði líka ég horfði bara Lion King aftur og aftur ég er svo tilfinningilega tengd þessu mynd að ég er bara grát klökkur bara alla daga bara, og er alveg bara það er Mufasa Dea tárast hún í kvöldmattinu aftur á vatni Simbi aftur talandi það, þú veist, Lion King maður muni eftir sko, svipurinn á Simba þegar dýrin er að koma þarna niður og hann sér þau og það er allt í skugga á hann og hann bara er svo hissa svo þegar þeir í tölvugerðu teikni endur útgáðinu sko, og hann bara algjörlega dauður og þetta er bara ljónsandlit þetta er alveg ríkalegt sko. Hvert erum við komin? Gleðileg jól Nei, mér finnst ferlega gaman að tala um þetta við ykkur og rifið upp sko, og maður fer alveg í svona alvöru jólagýr sko, þegar þetta er svo fyndið að þegar svo einmitt við erum alltaf höldum okkur gangandi bara og svo erum við svo sumrin það er einhvern veginn var brjála að gera við að horfa á sjónvarpsefni bara sjónvarp í sumar ég vil þó að vera geðugt viður úti og svo framvegis núna ég meina náttúrulega bara dimmt 24/7 þetta er tími sjónvarsins sko. Já, sko, þetta er eini tími ársins hjá mér bara, þetta er svo, desember er á mörguleiti dásamlegur, þetta er sá tími þar sem fólk einhvern veginn það er lægi að drekka áfengi bara, ég er náttúrulega klítið en það er bara einhvern veginn, þú má bara vera sko rakur stefni 4 kvöldi röð hjá mér 4 kvöldi röð og svo þetta að horfa á bíó bara þú veist á dagtíma ég veit ekki hvað það er eitthvað gamalt vinnu blætis kjaftaði í haustunum á mér en bara þú veist og það bara mér finnst eitthvað óþægilegt við það á svona venjulegu sísoni að horfa á dagtíma sko það er ekki bara má ekki ég þarf bara að gera Nei, 100% ég fæ líka þetta svona samviskubit sko. Það þarf að bara inn á vísa aftur sko það fyrir eftir hvað ég er þótt að sé ekki endilega mikið að gera í vinnunni eða ekki með einhver verkefni þá bara eitthvað að horfa á eitthvað það sem ég er í kjör að horfa það má bara ekki við dagtíma Þú ert að hangsa sko Þetta er Gen X uppeldi sko svo Arnold segir sko hann var alveg You have to make yourself useful Það er Gen X Nei, ég tengi við þetta líka sko Þetta er algjörlega málið svo gerist eitthvað að þegar ég bara fyrir að líða þessum bara síðustu dögum frí jól og milli jólanins þá bara tengist þetta ekki líka þegar núna finn ég og við erum að tala á hann þetta jólastress sko, þú veist, maður finnur allstað núna fólk er bara, þú veist, að ná í jólagjafir og keira þangað, fara þangað fólk er að tapa sér, svo gerist eitthvað bara svona aðfangadag, bara hringuðum að slakka einmitt, þetta er nákvæmlega þannig fá einhvern veginn, fara það lögur Já, en er þetta þess virði? Fá að slaka eitt kvöld þegar þú sko, stofna sjálfur og samborgurum í lífsættu ítrekkaði fólk sem býður í jólateiti jóladag og annan jólum sérstaklega annan jólum shame on you Nei, ég segi svona Fólk reynir ekki eins og fjóða mig sko Herðu, þú vart að vera setna einmitt í matabóð Ég ætlum ekki að klára hana þátt nema við viljum klára hana þátt ég get líka bara skotist sko Skotist Nei, ég meina að tala hérna á meðan Ég meina að fara Þetta er að koma aftur Nei, það er bara hér Þetta er ágætt, þetta er svona smá vanræksla sko því að Svenni er náttúrulega sko bjórmeistari hvernig var jólabjóra stemningin góð í þessu raunni? Já, þetta er á hverju ári þá er ég svona svo jólasveinn aftur kemur aðvendinu og fer í jólabjórana Ég var að fatta þetta núna, jólasveinn Já, vel gert Þetta er náttúrulega sko, jólin er náttúrulega sko, þetta jólahefðir á Íslandi eru stór merkilegar og núna er ég sko bara having the time of my life þegar ég er námið upp í HÍ í áfangastaðnum í Ísland og það er mikið sagnfræði og það verið að rifja upp og sérstöðu okkar annars slíkt og meðal annars jólahefðirna sko að því að við erum raun og veru mikið til bara snar Íslendingar þegar koma að þessu og ekki síst í neyslunni sko og þessu brjálaða blæti okkar að vera með endalausan sko allar þess að drikki malt og appelsín og hvítulið og allt þetta og þannig að við erum gýruð í þetta sko en svo er það kannski talað um jólabjór og þá var að rifja það upp sko að núna þegar sko júlutubjörgin kemur og í fyrsta sinn núna einhverju létt útgáfi Liljur við fagnum því anti-gluten lið já og að læta vera sæt dæmið er að ganga bjórmenningunni döðri og allt í góðu þá fór maður að ósamála þetta er annað þáttur við erum að taka sér þáttur þetta bjór þarna rifjaðast upp sko að upplifa þetta í Danmörku sko að haldið að sko jólabjórafjöri hér sé skemmtilegt að bara taka jóðdaginn í Danmörku til þess að gefa fólki eitthvað svona tips
næstu jól, það er ævintýralegt sko. Það er það ekki það? Það já, sko, Oktoberfest alveg fínt sko, skemmtilegt en jódagurinn, því að sko allir sem vita og þekki eitthvað til Danmerkur, þau vita það að sko orðið hugur annað orðið við alkoholisma þannig að þeir eru náttúrulega að marinera sig bara dagstaglega í alls konar drasli sko, og aðalega í grönn og hoff og svo kemur þessi jódagur og hann er náttúrulega hann einhverju prósenti sterkari og þetta er bara heilagt bara sko 20:59 er opna dælunar og þá byrjaði daginn að hella í sig og þetta er svo mikið sjónarspil eða langar til að sjá sko freyðandi jólabjór koma út úr öllum mögulegum götum hjá fólki í Danmörku, þá er þetta mómentið í það, þannig ég mæli með og við verðum hann á næsta ári beinútsending og tegur Já, þetta er ágætt, þetta er bara eitt að restina bara með þetta Íslendingar og jólin ég er náttúrulega að vinna með þetta en útskrifta fyrir gussa mínum sko, því að við erum náttúrulega svo geggjað flott í okkur og jólasindur okkar er náttúrulega villens, þetta er bara glæpamenn sko, þessi 13 hana og mamma er eitthvað étur börn og er með brjálaðan kött sko, þetta er ógeðslega töff en það er mjög erfitt að útskipta fyrir tryggja og hálsa á strák sko, sem er alltaf að setja skóin til glúða. Það er svona svo skemmtilegt í þessari Christmas Quest mynd sem við tókum viðtalið allt þessi amma í fyrra þessi íslenska Hallmark mynd, þar eru þau að leita fjölsögðu jólasveina Geðveikt, jú, ég mæli með þeirri mynd, horfða það með fjölskyldu og við ég held að þið sé að sína hann á sín í þetta árið, þannig að við mælum við hlustendur skrollið niður og finnið gamla jólaþáttin okkar frá því fyrra, það var hvað, númer 81 og ég hendi honum bara inn á Top Hawk líka og svo getið bara farið ennþá aftur og hlusta á fyrsta jólaþáttin okkar 2023 og við bara óskum bara hlustendum gleðilega jóla núna maður. Já, bara núna bara right now og svo fylgist bara spennt með hvort að Oddur næra þvinga fram þátt milli jól og nýjárs, það er aldrei að vita einmitt, akkurat. Það er aldrei að vita. Hvernig finnst ykkur þetta útgöngulag hjá okkur? Hvernig finnst þetta? Og geggjað að vera með ykkur, takk fyrir mig. Takk fyrir komuna Jólasveinn. Sömuleiðis, takk fyrir okkur, takk. Verið bless. Tveir á toppnum er í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum tveggja á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun er með skoðunastöðvar á 10 stöðum við í sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur.